Hádegismatur, ekkert spennandi í ísskápnum. Það var bara eitt í stöðunni. Gullfallegu dagur, auðvitað farið að kólna svolítið en það stillt og sólin skín og eins og sjá má að pírðum augum, ég sé ekkert. En þetta fallegu dagur, þannig að kjörið fá sér smá labbatur í leiðinni. Ég ætla að tölta niður á Hringbraut hérna fyrir neðan í Keflavík eða Reykjanesbæ og fá mér að borða. Fyrst ég þarf að hoppa út, þá gerum við bara svona smá mikromenningar umfyllin í leiðinni. Gaman að segja frá því að hérna á Suðurnesjum er hlutfall innflytjenda sem að held að skilgreina sem innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð. Hlutfall þeirra af fólksfjölda er ekstra á bilinu 25–30%. Gríðarlega stórt hlutfall, mikið hlutfall, sem þýðir að þessi hópur er mikilvægur stólpi, mikilvægur bara hluti af samfélaginu okkar hérna suður frá. Þetta er langhæsta hlutfallið af landinu. Af þessum hópi skilst mér að, ég er svo móður. Af þessum hópi skilst mér að Pólverjar séu langstærsti hluti. Áberandi langstærsti hluti. Hérna í Keflavík, leiðin að kalla Keflavík, þessum hluta Reykjanesbæjar, hefur náttúrulega verið pólsk maturverslun nokkur skeið. En fyrir allnokkru síðan, þá opnaði hérna pólsk matstofa sem selur mat bæði hádegi og kvöldin skilst mér. Heitir nú bara einfaldlega pólsku matur eftir því sem kemst næst. Að skella mér þangað og smakka pólskan mat í hádeginu. Hérna er komin, best að bregða sér inn og smakka. Daginn. Góðan dag. Góðan dag. Sjáum hvað er í boði. Ég ætla að fá ráðvíkingu hjá þér, með hverju mælur þau? Grisasnitzel. Já, grisasnitzel, flott. Vill du vara med fransk och med kartoffelblom? Hvort myndir þú frekar taka? Franska. Ok, flott, fá eitt svona takk. Och vill du få såserna lika? Ja. Vill du med sveppasås och bruna såser? Já, sveppasósu væri frábært, takk. Mjög svona notalegu staður að sjá, svona fallega lýstur og svona fjölskylduvæinn og svona bara mjög svona kósí. Ég er notalegt að koma hérna. Það er þægilegt svona lítið krakkahotn og leikhotn og bara allt til alls. Já, þegar ég fór til Varsjár þá fór ég á nokkra staði. Það er hrikalega góð. Hver er þeim betri? Það situr í mér í fórsveinu svona að borða í hádeginu á alveg einhverju svona hádegis matstofu sem var rétt hjá skrifstofunni hjá okkur. Og þar var bara alltaf einhver réttur dagsins í boði og alltaf góður matur. Og það var einn daginn, man ég að það var hérna Grísalund í Wellington sem er með betri kjötréttum sem ég hef nokkurn tímann borðað. Ég var spenntur fyrir snitselunum mínu. Það er alveg til í það Þetta er það sem ég er að tala um. Það er ekkert að grínast með skammtastærðina Grísasnitzel sem flæðir út fyrir diskinn, alveg hrikalega djúsí að sjá. Franskar kartöflur, hrásalat, sveppasósa. Þetta getur ekki að klika. Þetta er lunga mjúkt alveg, eins og draumur manns. Heitt. Eftir því sem ég kemst næst, og nú með aðrir þetta með að sjálfsögðu, þá skilst mér að pólsk matarhefð fyrir utan það auðvitað vera svolítið byggð á kjöti, við þekkjum öll pólsku pylsurnar og því líkt. Þá er hún svona, bara út af staðsetningunni í Evrópu, þá er hún að sjálfsögðu svolítið blöndu auðvitað. Þetta eru þessi lönd þarna í kring deila auðvitað mikilli hefð. Austurríki, Þýskaland, Pólland. Þannig að það er auðvitað eitthvað líkt með þessu auðvitað saman, gerir ég ráð fyrir. Eitt sem ég er að fíla virkilega við þetta er að deigið sem er steikt í, það er svona raspurinn eða hvað ég kalla það, er mjög vel kryddaður. Stundum fæ mér að snitsel einhvers staðar. Ég fengi svona í Vínarborg af öllum stöðum. Það sem ég fannst eitthvað vanta upp á það Hér er verið að krydda þetta svolítið, þannig að svolítið gott bragð af þessu. Ég ætla að springa. Ljómandi gott. Ef að fólk er virkilega matgrannt, þá er þetta svona 2 manna skammtur. Ég held bara áfram græðki frekar en einhver öðru. Þetta var gott. Ég stend á blístri, rétt ná að klára þennan
risa skammt, hann var svo stór, mun meiri matur en ég vanur að borða. Ég er svona, einhvern veginn, sjá hvort ég get ekki rúllað heim einhvern veginn. Það er sennilega bara að leggja mig eftir þetta svo mikið. En já, ljómandi gott, virkilega mæli með þessu. Þetta var gott snitsel, vel útilátið, góður matur, viðkunnanlega og vingjarnleg þjónusta og bara notalegur staður að heimsækja. Og svo tengslað sem ég sagði áðan, fögnum fjölbreytileikanum í samfélaginu, þökkum fyrir það að við fáum svona skemmtilega innspýtingu frá fleiri menningarheimum. Það er ekkert leiðilegra heldur en mónokúltúr. Mælum þessu, sjáumst næst.